Góðan dag. Í dag þriðjudagurinn 11. apríl árið 2023 og settur fundur í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar. Þetta bæjarstjórnarfundur númer 1372 og viðstaddir eru eftirtaldir fundarmenn. Það Valgarður Lyngdal Jónsson sem hér talar, embætti forseta bæjarstjórnar, Einar Brandsson, Ragnar B. Sæmundsson, Líf Lárusdóttir, Guðmundur Ingþór Guðjónsson, Kristín Hallur Sveinsson, Jónína Margrét Sigmundsdóttir, Líf Ása Skastað og Sædís Alexía Sigurmundsdóttir. Einnig situr fundinn Steinar Dagur Adolfsson sem svona hversdags sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs sem gegnir nú einnig störfum bæjarstjóra og sér Steinar ritun fundagerðar. Og við göngum til dagskrár. Fyrsta mál á dagskrá hefur málsnúmer 23.03.006, fjármál sveitarfélaga, eftirlitsnefnd. Og hér lagt fram erindi eftirlitsnefnda með fjármálum sveitarfélaga til Akraneskaupstaðar vegna fjárhagsáætlunar ársins 2023, þar sem gerðar voru athugasemdir við fjárhagsáætlun bæjarins. Og í fundargátt drög að bókun bæjarstjórnar. Fundarmenn hafa hana fyrir fram á sig en ég mun ekki lesa hann upp fyrr en eftir umræður. Þannig að orðið laust þetta mál. Það enginn sem það bæjarstjóri sem ætlar að fá að fara til máls. Gjörðu svo Steinar. Já, virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það mikill heiður að fá að vera hérna í þessu hlutverki í dag og ég er búinn að vera hérna viðstaddur flesta bæjarstjórnarfundi frá 2013 en nú í fyrst skipti í þessu hlutverki þar sem ég fæ að ávarpa samkomuna úr þessum virðulega ræðustól. Mér langaði bara að gera örugglega grein fyrir þessum erindum sem að liggja fyrir í fundarboðinu og í dagskrá fundarins og munu verða birt á meðfylgjandi fundagerðina eftir að fundi lýkur. En eins og kemur fram að þá fengum við bréf frá eftirlitsnefndinni 28. febrúar sem að við vorum ekki í stjórnsýslunni ekki alveg átt okkur á af hverju væri að koma meðan við áætlunum okkar og voru fljót að glögga okkur á því að það hefði komist raungögn frá Hagstofunni til eftirlitsnefndarinnar og því kölluðum við eftir nýju bréfi. Það svolítið skondið að segja frá því að í fyrra bréfinu þar sem að gerðar athugasemdir þá lögð mikil áhersla á þetta sé kynnt fyrir bæjarfulltrúum en það ekki eins mikið ákall eftir því í leiðréttingunni en hins vegar ber að virða það að nefndin auðvitað að sinna sínum störfum og mikilsvert hlutverk sem hún hefur og það vekur athygli í rauninni að eins og kemur fram í samskiptum okkar við eftirlitsnefndina starfsmenn þeirra að það eru ansi mörg sveitarfélög sem að gerðar eru athugasemdir við sem að ég held að sé til marks erfitt rekstrarumhverfi hjá sveitarfélögum en eins og ekki líka gert grein fyrir í þessum bréfum að þá eru ákveðnar undantekningar í sveitarstjórnarlögum sem eru tilkomna vegna þess ástand sem var hérna upp í tengslum við heimsfaraldurinn. En þau viðmið eða undantekningar frá þeim eru hins vegar tímabundin og það ljóst að það þarf að vera að við þurfum að haka í öll þessi viðmið í árið 2026 og sögulega höfum við verið með lága framlegð hjá okkur en hluta því skýrist nú vegna þess hvernig við kjósum að færa í okkar reikninga gatnagerðartekjurnar og við færum það sem óreglulega liði sem að við teljum að gefa réttari mynd af fjárhag sveitarfélagsins og í samskiptum okkar við starfsmenn eftirlitsnefndarinnar kemur nú fram að þeir eru sammála okkar þá nálgun en
miðað við þá framsetningu hjá okkur þá erum við með 5% framlegð en lágmarksviðmið er 7%, þannig að við erum meðvituð þessu stöðu og auðvitað er mjög mikilvægt að bæjarfulltrúar að fá þessar upplýsingar frá eftirlitsnefndinni ef að svo ber undir, en við kappkostum hérna að halda að sjálfsögðu bæjarfulltrúum upplýstum þessi viðmið og hvernig við stöndumst þau eða ekki, enda er það eitt af meginskyldum bæjarfulltrúa að gæta því að fjárhagsleg viðmið séu standist. Að öðru leyti er ég reiðubúinn til að svara einhverjum spurningum ef þær koma fram, en læt að öðru leyti lokið málum. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarstjóri Steinar Dagur Adolfsson, og hamingjóskir með fyrstu ræðuna á bæjarstjórnarfundi. Svo við höldum nú í þá hefð. Orðið er laust þennan fundarlið. Bæjarfulltrúi Kristinn H. Sveinsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og bæjarstjóri og aðrir sem hlýða. Ég vil bara þakka bæjarstjóra fyrir yfirferðina og greina frá þessum bréfasamskiptum við eftirlitsnefndina. Þetta er nefnilega í ljósi þeirra samskipta sem við eigum í núna við til dæmis eða bara eigum við Jöfnusund. Var þetta ágætis innlegg í þá umræðu að hversu framlegð okkar er lág með gatnagerðgjöldum og án þeirra, hvernig þau reiknuðin, þá voru samt undir lágmarksviðmiðum. Ég tek nefnilega eftir því að einn af þeim sem skrifar undir bréfið frá eftirlitsnefndinni er aðili sem er í starfsmaður Jöfnusunds. Þannig að ég held að ættum að eins og maður segir, takka hann og senda hann bréfið tilbaka í þeim megin, í þeirri því djópi sem hann heldur og vegna þess að með þessum breytingum í Jöfnusögu þá erum alltaf verið að höggva ennþá nærri og eiginlega taka alla framlega á okkur sem bæjarfélags, þannig að ég held að þetta sé ágætis það opnar hljóminn augun allavega. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Kristinn H. Sveinsson. Orðið er laust. Fleiri vilja taka til máls undir þessum fundarlið. Svo er ekki. Þá ætla ég að lesa tillögu að bókun bæjarstjórnar undir þessum lið og hún hljóðar svo. Upphaflegt erindi eftirlitsnefndarinnar til Akraneskaupstaðar frá 28. febrúar síðastliðnum byggði á röngum gögnum frá Hagstofu Íslands. Eftir athugasemdir Akraneskaupstaðar var þetta leiðrétt, samanber síðara bréfi eftirlitsnefndarinnar frá 29. mars síðastliðnum og ekki þörf á að grípa til sérstakra ráðstafana af hálfu bæjarstjórnar. Bæjarstjórn tekur fram að framlegðarhlutfall í A-hluta er þó enn undir viðmiðunarmörkum, en Akraneskaupstaður kýs að færa áætlaðar gatnagerðartekjur í fjárhagsáætlun undir óreglulega liði sem leiðir til lægra framlegðarhlutfalls en ella ef tekjurnar væru færðar undir heildartekjur. Ef tillit væri tekið til teknanna við útreikning framlegðarhlutfallsins væri Akraneskaupstaður vissulega áfram undir viðmiðunarmörkum sem nemur 2% en viðmiðið er 7%. Samkvæmt sveitarstjórnarlögum er sveitarstjórnum heimilt að víkja frá skilyrðum jafnvægisreglu og skuldareglu út árið 2025. Ábendingar eftirlitsnefnda til sveitarfélaga nú eru samkvæmt fyrirliggjandi erindum setta fram til að tryggja að kjörnir fulltrúar séu upplýstir þessi fjárhagslegu viðmið laganna og hvort sérstök ástæða sé til aðgerða á næstu 2 rekstrarárum til að tryggja að þeim sé náð. Bæjarstjórn áréttar að farið er ítarlega yfir fjárhagslega stöðu sveitarfélagsins við gerð ársreikninga og fjárhagsáætlana og bæjarfulltrúar vel meðvitaðir ábyrgð og skyldur sína samkvæmt sveitarstjórnarlögum. Hins vegar er áhyggjuefni að alls hafi helmingur allra sveitarfélaga fengið bréf frá eftirlitsnefndinni
En það upplýstist í samskiptum embættismanna við starfsmenn eftirlitsnefndarinnar sem væntanlega til marks erfitt rekstrarumhverfi sveitarstjórnarstigsins. Þá bið ég þá sem að samþykkja þessa bókun bæjarstjórnar við þennan fundarlið að gjöra svo vel gefa merki. Það samþykkt með 9 atkvæði. Þá förum við í annan fundarlið og það eru fundargerðir sem lögðu fram 3529. fundargerð bæjarráðs frá 30. mars síðastliðinn. Þetta sem fundarliðurinn fundargerði bæjarráðs, málsnúmer 23.01.002 og orðið laust þessa fundargerð bæjarráðs. Bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég vildi koma hérna upp. Það eru ýmis mál eins og oft hjá okkur, stór mál, en langaði kannski bara að koma upp undir málið nr. 2 og sem starfshópur framtíðar og leikskólaplássa. Við höfum rætt þetta mikið hér, en við vorum að samþykkja erindisbréf starfshóps sem hefur nú þegar til starfa og vil ég bara fagna því og leik í dag og er raunin að fara yfir eins og áður hefur komið fram svona langtíma og lausnir til styttri tíma. Þá langaði mig líka að nefna undir máli nr. 4 sem samþykkta ráðningu á viðbragðsstjóra. En þannig að við náttúrulega erum að fá inn nýjan starfsmann sem við höfum verið með verktaka í vinnu hjá okkur við skipulagningu viðburða og við sáum fyrir að það var margt síðustjóra og eftir námælisumtökum ljósa að væri erfitt fyrir þann aðila sem kemur inn núna í maí að þurfa líka að standa straum af eða skipuleggja þessu viðburði sem eru eiginlega skella á bara rétt eftir að starfsmaðurinn hefur leik. Þannig að ég vil bara ánægð með þessu komin okkar niðurstaða í það mál. Já, það var svona kannski það sem ég vildi nefna sérstaklega. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir. Orðið laust við fundargerð bæjarráðs. Það enginn sem óskar eftir að taka til máls og telst þessi fundargerð bæjarráðs að fara með framlögð. Þriðji fundarliður málsnúmer 23.01.005 fundargerði skipulags- og umhverfisráðs á árinu 2023 og lagði fram 264. fundargerð skipulags- og umhverfisráðs frá 4. apríl síðastliðnum. Og orðið laust þessa fundargerð. Það enginn sem óskar eftir að ræða hana, helst nú þar með framlögð. Fjórði fundarliður, málsnúmer 23.01.004 fyrir fundargerði skóla- og frístundaráðs á árinu 2023 og lagði fram 2. og 13. fundargerð ráðsins frá fundi sem fram fór 5. apríl síðastliðinn. Orðið laust þessu fundargerð skóla- og frístundaráðs. Það enginn sem óskar eftir að taka til máls, þar með telst hún framlögð. 5. fundarliður, málsnúmer 23.01.003 fyrir fundargerði velferðar- og mannréttindaráðs á árinu 2023 og lögði fram 201. fundargerð ráðsins frá fundi sem fram fór 4. apríl síðastliðinn. Orðið laust þessu fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs. Það fulltrúi Kristinn H. Sveinsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Það koma upp undir lið nr. 5 sem eru bifreiðar. Það er þannig að bifreiðar sem sviði ræður yfir eru nokkrar komin til ára sinna og þarna að kalla og hafa kallað á talist viðhald undanfarið. Ég ætlaði bara að
stinga upp á því að við sem sagt á bæjarfélagið svona kannski bæjarráð og þau svið sem eru myndi kannski setjast aðeins yfir þetta og fara í gegnum svona stefnu kaupstaðarins í þessum bílamálum. Þú veist, eigum við að stefna því að vera með bílana í leigu, eigum við að kaupa, hvern bíla eigum við að kaupa, eigum við að stefna á taka þátt í minnka kolefnisspor kaupstaðar með rafmagnsbílum. Ég kem upp til þess að svona aðeins að bara kveikja í fólki og svona færum pæl í þessu. Fyrst að við vorum að ræða þetta, get ímyndað mér að það séu víða sem þurfi að skoða þessi mál annars staðar heldur en hjá okkar sviði. Þannig að þetta tilgangur minn til að tala undir þessum liði bara til þess að aðeins að vekja fólk til umhugsun. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, fulltrúi Kristján Hallur Sveinsson og takk fyrir góða ábendingu. Það er bara hárrétt að það er full ástæða hjá okkur til þess að fara yfir þetta og marka okkur stefnu í þessum bílamálum. Þetta var það. Það er fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs. Það er fulltrúi Jónína Margrét Sigmundsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Mér langar bara rétt að koma undir fjórða liðnum í fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs og bara hreint út sagt bara við hrósa okkur hér hjá Akraneskaupstað fyrir að taka að okkur það að vera frumkvöðlasveitarfélag á innleiðingu á farsældarlögum og mennta- og barnamálaráðuneytið hefur samþykkt og undirritað hefur verið samningur af báðum aðilum það við séum sem sagt í þessu frumkvöðlastarfi. Þannig að mér langaði bara að koma upp og hrósa kaupstaðnum fyrir þetta. Það var ekki fleira. Takk fyrir, fulltrúi Jónína Margrét Sigmundsdóttir. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs. Svo er ekki og telst þessi fundargerð ráðsins þar með framlögð. 7. fundarliður málsnúmer 23/01/019 fyrir fundargerðir frá Orkuveitu Reykjavíkur á árinu 2023 og lagðar eru fram fundargerðir stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur númer 330 og 332. Ég veit ekki af hverju 331 náðist ekki inn, en sá fundur var þarna þetta á milli. Já, þessar tvær fundargerðir eru lagðar fram hér. Og hlustum þær. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls. En ég ætla þá aðeins bara að vekja athygli á fyrsta lið á fundi 332. Þar samþykkir stjórn Orkuveitunnar að gera tillögu til aðalfundar arðgreiðslu ársins og tillaga stjórnar til aðalfundar er að arðgreiðsla verði fjárhæð 5.500 milljónir króna eða tæplega 2% af eigin fé í árslok 2022 og 70% af hagnaði ársins 2022. Og tillagan felur í sér að öll fjárhagsleg skilyrði eru uppfyllt fyrir og eftir arðgreiðslu. Þessi arðgreiðslu skilyrði sem sett eru sem Orkuveitunni eru sett eru mjög ströng og það er engu stefnt í voða með því að greiða arð út úr þessu fyrirtæki og meðan að þeim skilyrðum er fullnægt. Þannig að þetta er tillaga stjórnar arðgreiðslu ársins og Akraneskaupstaður á auðvitað
prósentutölu af því. Orðið er laust að nýju ef einhver vill taka til máls. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls og teljast þar með þessar fundargerðir Orkuveitunnar hafa verið framlagðar. Fleira er ekki á dagskrá þessa fundar. Þakka fundarmönnum fyrir góðar umræður og óska þarfandi bæjarstjóra aftur til hamingju með fyrsta fundinn í því hlutverki. Fleira er ekki á dagskrá, fundi slitið.